Komið sæl og verið velkomin í Ísland í dag. Þóra Arnórsdóttir ætlar að bjóða sig fram til embættis forseta Íslands. En hver er þessi vinsæla sjónvarpskona? Ég skulum sjá nærmynd af Þóru. Þóra er ótrúlega skemmtileg og klár. Það er til svo mörg orð til að lýsa Þóru, en ég held að flesti lýsa henni sem klárri og duglegri og óþolandi skipulagðri. Hún er diplómat frá fæðingu. Og svo er hún líka skemmtileg. Og ofsalega góði vinur. Það er alltaf gaman í kringum hana. Já, svona er Þóru Arnórsdóttir lýst af vinum og ættingjum, en Þóra er fædd í Reykjavík þann 18. febrúar árið 1975. Þóra er dóttir Arnórs K. Hannibalssonar, heimspekiprófessors og Nínu Sveinsdóttur viðskiptafræðings og framhaldsskólakennara. Þóra er yngst 5 systkina, eina dóttirinn. Hún ólst upp í Kópavogi til tvítugs og gekk í Kársnesskóla og Þinghólsskóla. Eftir grunnskóla fór hún í menntaskólan við Hamrahlíð, þaðan sem hún útskrifaðist bæði af nýmála og náttúrufræðibraut. Hún átti sínar uppreisnarstundir, líklega fram að 5 ára aldri. Stóð fast á sínu, en þeim lauk alltaf með samningum. Þóra var 4 krakki og æfði íþróttir af kappi, meðal annars fótbolta, sund og frjálsar íþróttir með Breiðabliki og handbolta með HK. Kennarinn hennar kvartaði yfir því hún var gangandi félagsmiðstöð. Einhver sagði að hún væri svolítil strákastelpa, er það rétt? Já, svona sumu leyti, kannski mikið af vinum hennar til dæmis eru strákar og hún er líka svona keppnismanneskja og til dæmis þegar við hittumst í boðum og svoleiðis, þá förum við yfirleitt í keppni að standa á höndum og handahlaupum og eitthvað svoleiðis og í staðin fyrir að gera eitthvað sem já, Sem fullorðið fólk á að gera? Eitthvað sem fullorðið fólk ætti að gera. Þóra lærði á píanó, var í kór og tók þátt í starfi skátana. Eftir menntaskóla fetaði hún í fótspor föður síns og hóf nám í heimspeki við Háskóla Íslands og Háskólann í Genúa á Ítalíu. Hún lauk BA-prófi frá skólunum en ákvað að taka leiðsögumannapróf á sama tíma. Þóra hefur þvælst landið með ferðamenn árum saman og ljóst að tungumálakunnáttan hefur hjálpað til. En auk ensku og norðurlandamála talar hún þýsku ágætlega og ítölsku reiprennandi. Það er eiginlega hægt að lýsa Þóru þannig að ef maður færi með hann í einhver stórborg þar sem þekkti engan og skildi hann eftir með 5.000 kall í vasanum, hitt hann eftir viku, þá væri hún ekki komin bara í frábæra vinnu, heldur hún væri líka farin að leigja með einhverju fólki sem væri allt saman stórkostlegt og ótrúlega spennandi og minnst kosti einn af þeim inni í alvöru við að bjarga heiminum. Heldur væri hún Ísland í dag. Heldur betur. Heldur væri hún líka búin að finna kvennalið í fótbolta í hverfinu og alveg örugglega farin að þjálfa það. Þá lauk Þóra MA-prófi í alþjóðastjórnmálum og þróunarhagfræði frá hinum virta John Hopkins. Ég held að hún kannski myndi fara og verða meira svona fræðikona, en samt tókast alltaf aðeins á í henni að því hún er svo opin og skemmtileg versus það, hún er líka óslega klár, en svona þetta hefur bara vegist ágætlega á einhvern veginn í hennar lífi held ég og þannig að hún þarf eiginlega alltaf að vera með fólki. Það er svona held ég að sé niðurstaða. Ísland er land þitt. Þóra býr í Hafnarfirðinum ásamt Svavari Halldórssyni fréttamanni og börnum þeirra 2, Halldóri og Nínu, en 3. barnið er á leiðinni. Fyrir á Svavar 3 dætur frá fyrra sambandi, það er Ernu, Guðbjörgu og Rebekku sem búa hjá móður sinni í Kópavogi. Hvernig forseti væri hún? Ég væri mjög góður forseti, ég held að væri hressandi forseti. Er hún of ung til að fara á Bessastaði? Nei, hún er ekki ung til að fara á Bessastaði. Hún er náttúrulega ólétt, hún er með stóra fjölskyldu. Passar það inn á Bessastaði? Ég finnst það svolítið skemmtilegt. Þetta er svolítið svona öðruvísi og gaman að hafa fullt af börnum á Bessastöðum ef af verður og gefur svolítið aðra mynd. Andinn á Bessastöðum yrði fjölskyldu andi. Það er líka bara gaman að svo fjölskyldufólk sjáu bara að fjölskyldufólk getur bara náð árangri í því sem það er að gera og lætur ekkert stoppa sig. Var það saman að eiga unga barn og vera forseti? Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað það. Hún hefur verið í fullri vinnu, verið að eiga börn, hún hefur kennt í háskólanum og gert ótal hluti sem að fólk kemur ekki í verk þó það sé einhleypt og ballust. Þannig að ég hugsa að hún vil ekkert fyrir sér að bæta á sig einu svona jobbi í viðbót. Ég reyna að fá hana til þess að hafa kindur
og það er nokkuð sem börnin myndu alveg hreint elska. Ég geti vel trúið að Þóra myndi fá sér kindur vegna þess að hún er mjög landbúnaðarlega sinnuð. Þóra er svolítið bóndi í sér og náttúrulega Svava líka og þeir voru fyrir vestan í fyrra að þau hafa eiginlega ekki talað neitt annað síðan en að bara fara eiginlega að verða bændur. Og í fyrsta skipti sem ég hitt hana þá var hún að koma úr sveitinni. Ég var að vinna á Svæðisútvarpinu á Akureyri og hún var að vinna á Rás 2, nýbyrjuð þar og hún kemur þarna með einhverju vinnufélögum sínum úr sveitinni, mjög svona innblásin af sveitalífinu og það sem mér fannst merkilegast var það að fyrir utan það hvað þessi stelpa var rosalega mikil töffari, þá var hún heldur ekki með neitt hár. Þóra er nefnilega svona típa sem gæti farið í það að vera bara með Sinéad O'Connor klippingu, ekki að því hún sé að gefa einhverja tískuyflýsingu, heldur bara vegna þess að þetta er svo praktískt. Það er svo ótrúlega þægilegt. Þetta er bara Þóra. Gallar? Hún getur verið svolítið þrjósk. Þá segja allir okkar viðmælendur að Þóra sé að vera viðkvæm fyrir því þegar fólk fer illa með íslenskt mál og eigi til að mynda erfitt með að leiðrétta ekki viðmælendur sína þegar þeir segja eitthvað rangt. Hún sé nánast óþolandi kröfuhörð á að allir tali fallegt mál. Keppnisskapi sínu stundum og þá fer hún offari. Þóra er einn vinsælasti fjölmiðlamaður landsins en hún hóf störf á dægumáladeild Rásar 2 árið 1998 þar sem hún vann í nokkur ár. Þá lá leiðin yfir á fréttastofu Sjónvarps og þaðan á fréttastofu Stöðvar 2 og í Ísland í dag þar sem hún var í 2 ár. Fyrir 5 árum sneri hún svo aftur á RÚV þar sem hún hefur verið aðstoðarritstjóri Kastljós og annar umsjónarmanna útsvars. Ég vann með henni á Rás 2 og svo vann ég með henni á Stöð 2 líka og það sem maður fann var það að Þóra vildi alltaf gera hlutina ofsalega vel og var stundum pínlítið smámannasöm en það sem var óþolandi var að hún hafði alltaf rétt fyrir sér. Líka hugmyndarík, einu sinni til dæmis þá á bókagdir við leigðum saman í 2 ár og einu sinni þegar lesklúburinn okkar kom í heimsókn þá ákvaðum við að breyta húsin okkar í Múmíndal og breyttum því þannig að þetta bara allir upplifðu sig í Múmíndal þegar þeir komið í heimsókn. Það var ótrúlega gaman og hún nennir þessu, skilur við. Og ég held að kannski fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir hversu fyndin hún er. Heiðarleg. Yndisleg.